Við förum hérna á nýju vinnunni. Ég að taka þetta upp og ég verið að senda þetta á YouTube. Það virkar ekkert annað en þá hjá mér. En það verður að koma inn í kvöld. Tekur svolítið lengri tíma. En ég sendi þá linkin undir efni á myndbandið. Þannig að þið getið skoðað þetta. En hér í efni þetta þessi hópur hérna. Þar erum við með svokallað æfingapróf 1. Hérna eru 2 skjöl sem ég var að setja inn. Það á PDF-skjali sem sagt svona glærur sem ég ætla að fara yfir sem að þið geta vistað. Já. Og síðan er hérna annað skjal sem að sem sagt æfingapróf sem að ég held ég sé með hérna líka, já. Það er þetta hérna. Þannig að ég þarf ekki að opna það sjálfur. Þannig að þið opnið það svona. Þið getið opnað þess vegna núna ef þið viljið, því að þetta ef þið viljið skoða það frekar á skjánum, sérstaklega aftast. Auðvitað fyrir ykkur að sjá á skjánum kannski heldur en hérna á tjaldinu. En það sem sagt nokkrar spurningar í þessu æfingaprófi og þá aðeins að fara yfir þetta efni sem að er undir og ég kannski á eftir að setja inn kannski eitt formúlblað sem maður myndi tilheyra þessu. Náði ekki. Jú, þessi upptaka fer á netið. Já. Og þessar, já, glærurnar eru á netinu og æfingaprófið líka á netinu. Þannig að þá skulum við bara hérna byrja, sem sagt efnið er almennt séð í þessum 2 bókum, Rafntækni fyrri og seinni hluta, eftir Eggert Gaut. Þetta eru kaflar íhluti og hálfleiðara og hérna útreikningar á mögnun og einhver slíku sambandi aðgerðamagnaða. En fyrst þá skoðum við aðeins hérna línulegar mótstöður og hvernig við finnum út stærðirnar. Þannig við fáum kannski eitt dæmi hugsanlega af þessu tága og þá við ættum að geta fengið niðurstöðuna á stærð mótstöðunar með því að fá hérna þessa töflu með. Þannig að það eru mismunandi margir litir sem að gefa stærðina. Ef þetta eru 3 litir þá eru fyrstu 2, það eru tölustafir, en 3. liturinn gefur fjölda núlla eða sem sagt margföldunar stöður og 4. liturinn gefur frávik. En svo eru náttúrulega til með fleiri litum og við sjáum það þá eftir. Þannig að til dæmis 47 kílóóma mótstaða, eins og base mótstaðan sem við notum í verkefninu okkar, það væri þá hérna gulur, það er 4 og svo 7, það er fjórblár og síðan 3. liturinn væri fjöldi núlla, það væri þá 3,0 fyrir kíló, 1000 og það væri þá appelsínu gulur, það væri 3. liturinn. Og af því að það eru 3,0 þar fyrir aftan. Og síðan kemur frávikið, það er yfirleitt bara, já, ef það væri gull þá er það pluss mínus 5%. En ég veist að það kannski verði látið liggja milli hluta, það er aðalega sko stærðin sem að væri verið að fiska eftir. Og hérna eru þá komnir sem sagt með 4 litum
og síðan kemur frávikið með 15 litum. Og þá hægt að fara á síðu náttúrulega og átta sig á þessu hvernig þetta byggist upp, æfa sig fram og tilbaka. En þið hafið þá í rauninni bara þessa töflu hérna til þess að fá tölugildið. Fáið þessu töflu í prófinu? Já, þessi töfla myndi verða þá með spurningunni. Þannig að ef þetta eru þessir 4 litir, þá verða 3 litir sem að gefa tölugildið og svo 4. litur er fjöldi núlla eða markmyndunarstöðull. Þannig er það, ég veit ekki hvort að þetta virkar, þessi linkur. Getur vel verið. Og þá er til dæmis eins og hérna 2,7 ohm, að þá er þetta rauður, fjólblár, gull og svo aftur gull. En býtum við, við tækjum bara sama hérna eins og 47 kilóohm, það sé bara K hérna. Já, nei, það kemur hinum megin. Kemur þá hérna kilóohm. Og display resistor, þá verður það svona sko. Þá er þetta gulur, sem sagt, það er 4 og 7 er appelsínugulli. Já, nú er ég með hérna eins og ég var með áðan og svo var það appelsínugulur, orange og síðan gold plus minus 5%. En hérna ef við værum með 5 litamerkingu, þá smetlum við aftur á þetta hérna, þá breytist þetta aðeins, þá væri sem sagt, þá breytist það úr því að vera appelsínugulur til þess að sýna 3,0 er það að þriðji tölustafurinn er sem sagt fyrsta núllið, skiljið. Það er að 4, 7, 0 og svo koma 2 0 í viðbót eða sinnum 100. Eins og, já, það er sett hérna sinnum 10 í annaveldi. Þannig að þetta hérna á við þá þegar við erum með 3 liti sem að sýna sem sagt fyrstu tölurnar, hérna með að þetta getur verið 4, 7, 5 eða eitthvað svoleiðis, að prófa það, þá fengjum við annan lit, þá fengjum við grænan, skiljið, í staðinn fyrir svartan, því að þá breytist það úr 0 yfir í 5. Ok, þannig að það eru alltaf 3 fyrstu litirnir, ef það eru svona 4 litir sem að sýna stærðina, þá er fyrstu 3 litirnir sem að sýna ákveðna tölur og síðast er fjöldi núlla eða margföldunarstöðull. Fjöldi núlla? Já, býtur, þetta ætti að vera red. Já, þetta má ekki vera svona. Þetta á að vera ohm. Ég ætla að hafa þetta bara svona. Það breytist þetta hjá mér aðeins. 47.500 ætlaði ég að hafa þetta. Býtur, 0. Svona. Já, það kom ekki. Ég var búinn með kótan. 47,5 kíló. Jú, ég að reyna það. Þetta þurfa að nota punkt eða verðum að nota prófa display þarna núna. Nei, það kemur bara 45. Já, ég verður að nota sennilega punkt. Við prófa þetta. Já, þá kom það. Það verðum að nota punkt inn í forritinu. Og þá kemur þetta rétt, eins og ég ætlaði að fá þetta. Þá er það 2-0 í viðbót. Rauður. Ok, þá hérna getið þið átt okkur betur á þessu. Þá höldum við áfram með þetta. Þá erum við búin með litamerkingar á mótstöðum. Þá förum við í hérna stillimótstöður. Þær getur verið mismunandi. Það er stillimótstöður sem er með línulega breytingu og við erum að færa hérna ásinn til eða sleða þegar við stillum á
miðjuna þá ættum við að fá helminginn af hæsta viðnáminu milli endana ef þetta er línuleg mótstaða. Hins vegar ef þetta er logaritmísk mótstaða að þá erum við í þegar við komin hálfa leið þá erum við komin með næstu því allt viðnámið. Þá það fer eftir logaritmísku ferlið. Það er ekki víst að þessi ferill sé nákvæmlega logaritmískur. Það ætti að líkjast honum. Og það geta litið út líka með náttúrulega öxli en þetta er bara ein útfærslan af stillimótstöðu. Það getur verið línulegar eða logaritmískar og þetta tókum við í 100. Svo eru þessar eiginbreytilegu mótstöður. Það er NTC, PTC, LDR og FDR, spennuhraðamótstaðan. Og við sjáum hérna mismunandi gerðir af þessum hér. Eins og þess að lengst til hægri, það er greinilega LDR, ljóshraðamótstöðurnar, þær eru hérna. Og svo er þetta væntanlega PTC hérna í miðjunni og AD er líklega NTC. Kennilínunar, já, hvað segir það? Já. Það er spennuháð mótstaða. Við förum í kennilínuna líka. Já, VAF-ið stendur fyrir volt. Voltage Dependent Resistor. Ok? NTC mótstaðan, sem sagt, það minnkar viðnámið við vaxandi hita. Við prófum þetta í rafeindatækni 100. Og svo vorum við með PTC og það eykst viðnámið við aukinn hita. Positive temperature og coefficient. Það er stuðull, sem sagt, sé. Og en sko, ég hafi þessa mynd hérna með vegna þess að ef maður hitar hana bara alveg frá stofuhita þá byrjar hún eiginlega aðeins sem sagt NTC. Síðan tekur hún hérna stökk upp á við. Bara svo að þið verði ekki hissa á því ef þið prófið þetta einhvern tímann. Við erum bara skoðum sem sagt stundum að taka bara utanum með hendinni og þá byrjaði á því að það minnkaði viðnámið. Og svo settum við það í hraðsuðuketil eða einhvern pott og þá jókst það alveg gríðarlega. Þannig að PTC, Positive Temperature Coefficient, og NTC er Negative Temperature Coefficient, stuðull. Ljósháð mótstaða, Light Dependent Resistor, hins vegar, þá minnkar viðnámið við aukinn ljósstyrk, ekki satt? Já. Það veit svo vel til að þið verður náttúrulega í ljós. Já. Lýsingatækninni hjá honum Herði. Þannig að þið vitið alveg hvað lúx er. Svo að þetta vefst ekki fyrir ykkur. Og þannig að það minnkar viðnámið við aukinn ljósstyrk. Nú, spennuháð mótstaða, þetta er aðalega til þess að verja búnað eins og inngang á mælitækjum eða eitthvað slíkt fyrir of hárri spennu. Þannig ef að spennan ætlar að verða eitthvað of há þá minnkar mótstaðan yfir þetta og það eyðir sem sagt í rauninni þá of hárri spennu inn á mælitækjum til dæmis. Þannig að viðnámið er stöðugt jafn mikið upp að ákveðum spennumörkum og þá dettur það niður. Þetta getur verið mismunandi eftir mismunandi framleiðslu en þetta er svona mjög algeng útfærsla að við ákveðna spennu að þá minnkar viðnámið mikið og oft í svona mælum til dæmis að þá þarf að bara skipta þessa mótstöðu. Þá er þetta svona eins og öryggisatriði. Spennuháð mótstaða sem að já, þess að verja inngang á mælum. Ef að spennan, ef að er sett of há spenna, til dæmis að vera að raðtengja þétti og spólu og setur mjög háa spennu inn á mælinu eða of háa heldur hann þolir, þá fer þessi mótstaða. Það bara og verður mjög leiðandi þannig að það gerist eitthvað í rásinni, það springur eitthvað öryggi en þetta ver innganginn á mælinn. Svo bara skiptir þetta viðnám.
þá mælirinn bara í lagi. Ok, þá það hérna þéttar, mismunandi tákn. Við erum hérna með pólaða þétta og ópólaða þétta og stillanlega þétta. Það er ýmsar gerðir af þessum þéttum til og eins og til dæmis raflausna þéttarnir, þeir eru pólaðir og líka tandalþéttarnir, þeir eru pólaðir. En plastþéttarnir eða pólíester þéttarnir, þeir eru ópólaðir og keramik þéttarnir alltaf ópólaðir. Og eins margir svona plötuþéttar sem eru stillanlegir, alltaf ópólaðir. Nú? Já, þetta allt sem er búið að fara í rafeindatækni 100. Og hérna bara útliti á þeim, ýmsum gerðum. Hérna eru til dæmis tandalþéttarnir og plastþéttarnir eru eins og hérna þessir. Efstu línunni þá eru raflausna þéttar. Og ef við stækkum þetta svolítið upp þá hérna sjáum við hérna raflausna þétti sem þetta hálflítið stór að hann á að þola talsvert háa spennu. Ég sé nú ekki alveg hvað spennan á að vera há hérna. Og síðan er bara aðeins öðruvísi útfærsla á raflausna þétti. Og svo kemur hérna þéttir líka sem að þolir háa spennu og það er keramik þéttir. Síðan er hérna svona einhvers konar plastþéttir, eitthvað metalæst polypropylén og svo er margra laga keramik þéttir hérna. Ok, svo er plastþéttir, hann er ópólaður. Hann er með ákveðnar merkingar, spennumerkingar og rýmdarmerkingar hérna á sér og frávik. En það er voðalega erfitt að lesa á þessa þétta, það er náttúrulega bara best að mæla þá. En það er einhver merking á þeim samt. Og oft gefið upp í annarkot nanofaratum eða píkofaratum. Og svo er bara aftur með raflausna þéttana að þeir eru til í alls konar myndum og eftir því sem þeir eru stærri sig, þeim mun hærri spennuþolaðir eða þeir eru stærri í mikrofaratum. Hérna er eitt sem er 45.000 mikrofarad. Ekki bara, ekki segja ekki hvað fyrir stærðina á þeim? Jú. Þéttleika? Rýmdina. Jú. Já, stærðin séð til rýmdina, alveg rétt. Og líka spennuþolið, eftir því sem að við þola hærri spennu þá verður stundum að vera stærri. Jafnvel þessi ópóluðu sko. Þannig að svo er bara aðeins þetta hvernig samsetningin á þeim er. Förum ekkert mjög nákvæmlega ofan í það. Það er bara svona til fróðleiks. Ok, og svo eru tandalþéttarnir. Þeir eru líka pólaðir og þeir eru nota svoleiðis þétta á og til í hérna hægt að nota á allir sem þéttin hérna sé til að í vélgæslukerfinu fyrir hérna senkunina á því að hérna viðvörunarmerki komið á. En þá er vissara að póla svona þétti rétt. Það skiptir máli hvernig hann snýr. Mun eftir því. En kosturinn við þessa þétta er sá að þeir hafa, og þeir eru mjög smáir, en hafa talsvert mikla rýmd miðað við stærð. Þess vegna er verið að nota þá. Þeir geta haft talsvert mikla rýmd. Þannig að svona raflausna þéttir, hann væri fyrirferðarmeiri, almennt. Heldur en svona þéttir. Við sjáum það hérna, hann þolir 35 volta spennu þessi og hann er 4,7 mikrofarad og er talsvert lítill umsvif. Svoleiðis er nú það. Svo koma hálfleiðarar. Við erum með signaldíóðuna sem við erum mikið að nota í rásinni hjá okkur og við erum með afreiðisdíóðu eins og við höfum verið að nota í 100.
4001 til dæmis, eða 5404 sem við skoðum á eftir. Og hér merkingin á katóðastrikinu, hérna hún snýr svona, það þessi silfurlitaði endi hérna, eða svarti endi á signaldíóðinni. Og svo sjáum við hérna aflafriðilsdíóðu, hún lítur út svona, og hún skrúfuð hérna í kæliplötu. Og brúafriðill getur verið svona þessar tvær plötur, þannig að önnur platan getur verið plus og hitt getur verið mínus. Því að hérna mínus sem sagt póll, í að þá snúa sem sagt þessar díóður þannig, þessar þrjár hér, þannig að til dæmis katóðan væri tengd í kæliplötuna. En í þessari mynd til hægri, þá geti anóðan verið tengd í kæliplötuna. Og þá erum við með mínusinn þar og þetta verður þá þryggjafasa afriðin og síðan tengt saman hérna þessi eyru, hérna lóðeyru þá tengt saman til þess að setja fasan inn á. Einn fasi kemur hér og hér, næsti fasi í miðjuna, hér og þriði fasin kemur hér og hér. En þá er með þryggjafasa afriðisbrú, eða brúafriði. Hérna er þá svarta striki sem að táknar katóðuna á signaldíóðinni og hér eru upplýsingar sem sagt hvað hún þolir. Hún er með hérna 75 volta spennuþol, reverse voltage, og þess vegna tölum aðalega sambandi við straumþol, það er average current. Það er hérna þessi 150 milliampere og þolir ákaflega lítinn straum og bara 75 volta bakspennu. Ok, þannig að signaldíóðan hún er fyrir lítinn straum og lága spennu. Afriðisdíóðan sem að við höfum oft að nota, þessi 1N54 serían, að þá er hún fyrir mismunandi spennu og allt upp í 1000 volt og þessi síðasti stafir hérna 0, 1, 2, 4, 6 og 7 og 8 tákna sérstætt spennuþolið. Þannig að til dæmis 7 tákna 800 volt, 8 tákna 1000 volt, 6 tákna 600 volt, 4 tákna 400 volt og svo framvegis. Þannig að við erum aðeins að nota 1N5404 og oftast kannski 1N5408. Og þetta 3 ampera díóður sem við höfum verið með hérna í þessum brúafriðilum hjá okkur á þessum plötum, plexisplötunum með okkur. Vantar, eða það sést svo illa, þessi punktur hérna, þetta 3,0 ampere. Þetta ekki 30 ampere. Ok? Og þannig að þetta straumþolið 3 ampere og spennuþolið mismunandi eftir hvaða stærð. Ok? Þá það aflafriðisdíóðnar. Þær eru fyrir miklu meiri strauma frá svona 35 og upp úr. Og hérna þessi skal upp í 60 ampere og þá þetta sem sagt hvaða hámars sem sagt hitinn má verða á samskeytunum og það þarf að skrúfa þetta í kæliplötur. Þið sjáðu það skrúfgangur hérna neðst á þessum íhlutum hérna á díóðunum og svo mismunandi hvernig það bara gler einangrun hérna og síðan keramik einangrun hér og þannig að það mismunandi frágangur á þessu. Og svo sjáum við eins og þessar plötur hérna, þetta eru líka díóður og þessi hér, þetta eru alls konar útfærslur af díóðum og aflafriðisdíóðum. Þannig að þetta fer í mismunandi kæli plötur. Og þetta líka sem sagt þessar tvær myndir hérna sýna afriðisbrýr fyrir kæliplötur. Hérna sjáum við það eru 2 díóður saman hérna á þessari mynd með bláa flettinum. Það eru 2 díóður hérna inn í þessu, þannig að þú getur byggt upp 3-fasa afriðin eða einfasa afriðin, sem sagt, heilbylgjuafriðin. Og við sjáum hérna bara prinsipið að sem sagt,
heilbylgjuafriðum, einfasa, og ég setti þessa mynd hérna til gamans og ætlaði að spyrja ykkur í leiðinni, teljið þið að þessar hérna díóður séu tengdar rétt upp í brú? Nei. Það er rétt hjá okkur. Ekki með Já, þessi mynd er ekki rétt og mér finnst það svolítið klaufaleg af hérna auglýsingar aðilanum, hann hefur greinilega ekki kunnað að raða þessu rétt upp. Það hefði verið góð auglýsingamynd fyrir signaldíu. Já, þetta er bara til gamans að þetta væri ekki rétt brú, en hins vegar snúaði rétt í þessari brú hérna og þetta er í öllum farartækjum, flestum bílum, að við erum með 6 díóður þar og þá getum við raðað upp 3 svona kubbum til dæmis til þess að skiptum aðriðisbrúna þar ef við viljum hafa það þannig, en og það þyrfti náttúrulega að festa það á kæliplötu væntanlega til þess að losa hitann, en þetta hérna er stendur hérna stator, þetta eru 3 fasa vöfin í alternatornum í bílnum okkar og á alternatornum eru sem sagt kæliplötur sem er með 6 díóðum og það er þá skipt í 2 plötur hérna, það er plús og mínus sem að tengist, sem sagt plúsin tengist síðan hérna inn á plúsin á geiminum og svo er bara verið að stjórna straumnum inn á spóluna náttúrulega í hérna bólhjólinu. Þannig að þetta er dæmi notkun á afriðisbrú og svo eru fleiri háleiðarar eins og sinedíóðan að við notum hana líka til þess að fá ákveðna spennu yfir álag til dæmis og það eru aðeins mismunandi tákn sem við sjáum. Þetta er nú kannski algengasta tákn sem við höfum notað, það er þá bara hak svona niður til þess að minna okkur á kennilínuna að hún leiðir sem sagt bakspennt og notum þannig til þess að festa ákveðna spennu yfir eitthvað ákveðið álag. Ég gleymdi að taka inn hérna kennilínuna en við eigum hana náttúrulega í bókunum. Sér maður verið með það eins og Bjarni hérna byggir á seinerdíu og öðru díu? Nei, þær líta út mjög svipað, það væri bara hægt að sjá það út frá hérna númerinu á díóðunum, hvort þetta er sinedíóð eða ekki. Það BZX er yfirleitt þá númerið á díóðunum. BZX er til dæmis mjög algengt sem við erum með til dæmis, þannig að það er ekki hægt að sjá hvort þetta er venjuleg díóða eða sinedíóða nema maður komist að merkingunni á þeim eða maður sjáu það í teikningu hvaða díóða á að vera. Það er mjög erfitt að sjá hvort þetta er sinedíóða eða venjuleg díóða. Það er alveg rétt. Þannig að síðan eru fleiri hálfleiðarar sem við höfum lært eins og týristórar og þeir líta út svona sem við sáum í 200 áfanganum. Það eru sennilega allir hérna inni búin að taka 200 áfanga, passa það ekki? Já, þið þekkið þetta. Jú, hérna. Allir búin með það og svo er díakinn sem að þið þekkið líka og hann er notaður þá inn í rásir fyrir tríak til þess að stjórna straumum inn á álagið og við hlöðum upp þennan tétti hérna fyrir díakinn og stjórnum þannig hvenær við opnum og hvað við klippum mikið af þessari riðbylgju hérna sem við þekkjum. Var þetta díak ekki notað í kvöldu? Þetta hérna? Þetta er díak í 200 áfangunum? Já. Manstu ekki eftir þessu merki? Inn í hérna þessari rás hérna þá var díakurinn var táknaður svona. Það gæti hafa verið hringur en ég er ekki alveg viss, ekki. Það getur líka verið. Það er til þannig merki sko. Þannig að síðan koma hálfleiðararnir áfram, transtórarnir PNP, það sem þið eru að nota og þið opnið það með því að fá straum
base-strauminn hérna niður til mínus, ekki satt. Þá verður 0,7 volt að spennufall hérna yfir, þá kemur emissive straumurinn hérna á fullu, hérna niður. Og munurinn á PNP og NPN er emitterinn, sjáðu, örinn snýr inn á PNP. Sjáðu táknið hérna. Örinn snýr hérna inn og alltaf emitterinn þar sem örinn er. Og síðan kemur hérna NPN, þar er örinn hins vegar út. Og já, dottið út hérna í mynd hérna hjá mér. Örinn bendir alltaf á N. Já, örinn bendir alltaf á N-efnið, það er þetta NPN. Eins og það sjá hérna, N, P í miðjunni og N. Þannig að ekki NPN sem þarf að fá jákvæða spennu? Jákvæða spennu inn á beisinn til þess að fá. Inn á jákvæða spennu. Já. En PNP þá fór neikvæða spennu? Já, jú, það er hægt að hugsa sér að þannig líka. Já, PNP þá fyrir neikvæða spennu inn á N-efni. Akkurat. Og þá skulum við skoða bara áfram með það. Við vorum að nota unidimensional-transistorinn. Við leggjum ekki mikla áherslu á hann í sjálfu sér. Við vorum að nota hann einmitt í þessari rás hérna að gefa púls inn á týristor. Það vorum við að nota unidimensional-transistor í, því að þegar að spennan verður nógu há hérna á emitterunum, þá hérna opnar hann hérna á milli base 2 inn á base 1 og gefur spennu hérna og púls inn á týristorinn. Akkurat. Og svo feta bara náttúrulega niður í 0 af því hérna er riðspenna. Og svo er það sviðsáhrifar-transistornir, N-rásartransistornir og P-rásartransistornir. Og N-rásartransistornir, þeir vinna svipað eins og NPN-transistorinn, þannig að þeir þurfa hátt merki inn til þess að leiða, alveg eins og NPN, hann þarf hátt gildi hérna inn til þess að leiða. Það voru þessar myndir sem ég ætla að láta ykkur fletta upp þarna í bókinni. Þannig í síðast tíma. Og síðan eru P-rásartransistornir, þeir þurfa lágt gildi. Alveg eins og að við þurfum vinstra megin hérna við þá base viðnámið, myndum við fá 0 volt að spennu, það væri 4,3 volt yfir það viðnám, base viðnámið, en 0,7 volt að spenna yfir milli base og emitter og 5 volt að spenna en þá spenna ekki á spenna í því tilfelli. Og þá opnum við fyrir þennan og eins með þennan 0 hérna inn, þá leiðir P-rásartransistorinn hérna út á útganginn frá pluss. Þannig að P-rásartransistorinn, sviðsáhrifar-transistorinn er að vinna á svipaðan hátt og PNP-transistorinn. Þannig lærum við þetta fyrst út frá virkninni og berum saman þessa hvern tegund. Það er langbest að læra það þannig. Svo er það bara æfing. Næsta mál, IC-rásirnar. Við erum alveg verið að búin með þetta. 4093. Við gætum alveg notað, hvað er það, 4011 með svona andliðum. Jú, eða ekki 4011, það er 4011 rásin, hún er líka með andliðum, en hún er ekki með þessu Smith-Traeger virkni. Og hvað er þessi Smith-Traeger virkni? Jú, það er það að spennan á inngangi er ekki tekið gild fyrir að hún er komin upp fyrir ákveðið mark. Og það er sérst, hún þarf að koma upp fyrir hérna og þá kemur hérna í B-tilfellinu, þá er Smith-Traeger notar þar í þeirri rás og það þarf að spennan að fara niður fyrir ákveðið mark til þess að sé tekið mark á því þá sé komið 0. Þannig við losnum við ákveðið flögt og þess vegna þegar við erum að hlaða þétti fyrir fram þessa rás og þá erum við að nota Smith-Traeger á innganginum á IC-rásinni til þess að bæta ennþá virknina í þessu. Og hér sjáum við að hérna kæmi svolítið flögt á innganginn. Ef við værum ekki með þetta, ef við værum bara með 4011 rásina, þá kæmi þetta svona inn á innganginn. En þetta eyðist út. Komparator A-rásin,
Já sko, AR komparator, það er bara eins og 4011 sem er ekki með smittracker. Það hljóðfæri er samt að taka Það fer, spennan fer hérna upp fyrir ákveðið gildi, þá tekur mark á því, ok, það er komið, það er hérna háttgildi á inngang og síðan tekur hann ekki mark á því, það fer ekki niður fyrir grænulínuna, þess vegna segir hann það er ennþá háttgildi inn. Þannig að þetta flökt í spennunni, það er ekki tekið mark á því þegar við erum með smittracker inngang. Eins og þið erum að nota í fyrri rásinni í vélgæslukerfinu. Ok, þannig að svona líta rásinnar þá út eins og þið hefur verið að nota og svo erum við með NOR rásina. Og fleiri hálfræðarar, þessi insulated gate bílpróftransistor, hvað við notum hann í, það er svona í hraðastýringarnar og aðferðin er pulse width mótun eða pulse width modulation og síðan erum við með fleiri hálfleiðara, við erum með svokölluð ljóstengi sem við eftir að kynnast í þessum áfanga meira því að í vélgæslukerfinu þá tengjum við þessi ljóstengi líka. Þá erum við ýmist að taka spennu inn og tengja inn hérna með transistor, þá er þessi transistor orðin í rauninni viðvörunarrofinn. Svo getum við eins tekist merki út frá vélgæslukerfinu og virkað hverfiljós og flautu. Það getum við tengt hérna út í 230 volt og hér er einangrun vegna þess að við sendum bara ljósmerki á milli út á ljósnæman flöt á hérna litla tríekkin sem er hérna inn í ljóstenginu. Þetta er ljóstengi með tríekkina. Þetta var ljóstengi með transistor. Þetta eigum við eftir að skoða betur. En hérna eru þá fleiri hálfleiðarar eins og aðgerðarmagnarar og hér erum við með inverterandi inngang 2 og síðan plus inngang 3 og ef við erum með spennu hérna inn þá hérna setjum við pólunina þannig að við erum með pluspólun hérna neðanverðu, mínuspólun inn því að hann snýr merkinu við og fær út plus spennu hérna út og þess vegna sett inn í formúlinu hérna mínus R2 deilt með R1. Þetta er mögnurinn sinnum spennan inn. Þannig að við erum að nota þetta í það að magna spennu frá hérna svona skynjara sem að er þinn eða hitarafæki eða termokól og þá getum við fundið út þetta með þessu, þið fáið þessa formúlu náttúrulega með í prófinu og svo notum við aðgerðarmagna líka í vélgæslukerfinu með því að nota hérna NTC mótstöðu. Þá getum við líka tekið mæling og hita og tengt þetta inn sem í staðin fyrir viðvörunarofan. Ok, getum líka tekið inn frá hitarafæka merki og beint inn á kerfið og síðan erum við náttúrulega höfum við lært spennureglana 78 seríuna og 79 seríuna. Þá erum við að fá alveg hreina spennu hérna út frá þeim. Ef við erum með gáruspennu hérna fyrir framan sem að myndast út af þéttinum hérna, þá skilum við hann eftir fyrir framan og fáum alveg beina línu hérna út. Og svo erum við alls konar hagnýtarásir, hálfbyggjaafurinn, heilbyggjaafurinn, þriggjafarsafurinn og Darlington tengingu transistora, þar sem 2 transistorar tengist saman. Getur skoðað það. Ljóssteyfi með díak og tríak og minnistættina. Þetta er það sem við munum nota í verkefninu hjá okkur. Og þá fer ég ekki meira í þessu og hins vegar getum við skoðað dæmi spurningar. Þið eru kannski búin að opna það. Þetta hérna og hérna get ég reynt að stækka þetta upp. Það er spurt hérna hvað er þessi aðferð við afröðun kölluð
hvað að við myndum kalla þessa afröðun, þess að við förum alveg niður í 0, þetta er 0 hérna frá spennugjafanum sem sagt. Hálfbylgjafröðun. Nei. Já. Já, þetta er einfasaafröðun, já. Hvað sagði, einfasa, heilbylgju? Já, þetta er heilbylgjuafröðun, við nýtum bæði hálfriðin. Þetta neikvæða, snúið við og verður líka jákvæð. Þannig að hvað þurfum við marga díóður í þetta? Já, við þurfum 4 díóður. En ef við værum með miðúttak á spenni. Hvað segir þið? Ef við værum með miðúttak á spenni, hvað þurfum við þá marga díóður? Já, þá þurfum við 2. Hver myndi þetta? Það er merkilegt. Sem sagt, þú getur verið með 2 díóður frá sitt hvorum endanum á vafinu, á eftirvafi á spenninu. Tekur svo miðúttakið í álagið hinum megin og þá getur þú notað bara 2 díóður og miðjun á spennunum á hinn endan á álaginu. Ok, þetta var bara aukaspurning. Við höfum ekki lagt mikla áherslu á það. Þannig að síðan er hérna hvað spennumælinir og hvað spennumælirinn sýnir og straummælirinn sýnir. Þá bara er þetta hegðun díóðu í jafnströmsrás. Þannig að hérna er díóðan, hvað köllum við tengingun á henni svona? Er hún ekki að leiða straum? Þá köllum við hana forspenta. Þannig að hún leiðir og þá lækkar spennan hérna yfir hana, eða verður spennufalli yfir hana 0,7 volt, já. Þannig að þá verður spennan hérna, spennumælinn myndi sína þá 32 volt mínus 0,7 volt, ekki satt? Já, ok. Og þá getum við líka reiknað sem sagt strauminn út frá því, út frá hérna 22 ohmum og þessari útreiknuðu spennu. Það er ráðið við það er ekki mál, bara smá upplifun. Og svo er bara hérna hvað stærða viðnámið þetta, grænn, blár, það er 5 hérna, blár er 6 og síðan er þriðji liturinn 2, það verður 562 og svo er hérna fjöldi 0, það eru 3, þá er það 562.000 ohm, ekki satt? Já, ok. Þið færum létt með það. Já, svo er hérna einhver skemmtileg aukaspurning fyrir hvað stendur skammstöfunin IGBT og í hvað tækjum eru þessi íhlutir notaðir. Þetta er náttúrulega insulated gate bipolar transistor og við notum þetta í hraðastýringu fyrir 3 fasa mótora. Og hvað á mælirinn að sína ef afriðin er í lagi og við tengjum hérna inn á katóðu, inn á díóðu. Þannig að þá þurfum við bara að teikna upp svona mynd eins og við vorum með hérna framalega. Sjá, þetta hefði ekki verið einhvers stað hérna. Nei, framar. Nei, þar var ég með þetta. Hvað er ég með brúna? Hérna? Þannig að plúsinn var tengdur inn á AC, var það ekki? Tenginguna. Og mínusinn var tengdur hérna, það sem að, nei, hvernig snýr þetta? Það snýr svona, já. Hérna er mínus, hægra megin er plús. Þannig að plús á mælinum var tengdur inn á AC. Þá er að reyna að tróða straumnum öfugt í gegnum díóðana. Þannig að þá hlýtur þetta að þýða að mælirinn sýnir óendanlega stórt viðnám. Ok, það er málið. Næsta mál á dagskrá, hvað kallast mótstaðan? Einhver, hvað heitir þessi mótstaða? Light Dependent Resistor, já, LDR. Alveg rétt. Og síðan hvað sína mælirnir á myndinni? Hérna erum við með sennedíóðu. Er það ekki rétt mikið að ljósmagn minnkar mótstaða?
Jú, þú hefði fengið eitthvað fyrir það. Það er alveg hárrétt hjá þér. En þetta, ef að spennugjafinn er stilltur á 15 volt, þið verður að passa okkur á því að skoða það vel. Þá verður þessi, kemur ekki fram á myndinni senespennan. Það vantar inn á þessa mynd kannski. Hún hefur ekki fylgt með. Hún er svona stór þessi mynd sko. Getum við minkað hana? Það er spurning. Ég fara bara hérna í hornið. Er þetta nú allt saman að koma í ljós? Þetta er allt annað líf. Svona, 9 volt. Ok, þá vitum við hvað þessi sýnir. Hann hlýtur að sýna 9 volt, eða ekki? Ok. Hún er bakspennt og hún er að vinna. Sen er spenna díóðunar 9 volt. Hún hleypir straumi gegnum sig og heldur spennunni yfir sig í 9 voltum. Aðeins uppbyrjun úr rafmagnstækni. Við getum keypt díóðu sem er 12 volt, 15, eitthvað. Já. Og hvernig getum við reiknað á strauminn? Er það ekki mismunurinn á þessum 15 voltum hér og 9 voltum hér? Það er spennufallið yfir mótstöðuna deilt með stærð mótstöðunar. Þá getum við sagt hvað straumælurinn að sýna. Ekki það? Gótt mál. Ok. Síðan kemur hérna lauflétt spurning. Hún lendir hérna á milli. Ég hvort ég get sett hérna. Nei, það get ég ekki. Jú, toppa það hérna á milli blaðsíðna. Þessi er kannski líka aðeins og stór þessi mynd hérna. Sjá, þetta sé ekki komið inn á. Býttu nú við. Svona. Ég sendi þetta þannig inn að þið sáu ekki hérna allavega sennudíóðu spennuna. En allavega, það er verið að spyrja sko hvað sýna mælarnir. Og við þurfum að skoða stöðu rofans. Þetta er nú mjög fljótlegt að svara. Vegna þess að sjáðu hvernig rofinn er tengdur. Hann er tengdur upp í plús. Og hvaða transistorinn erum við að nota? Það er 0 bara. Já, það er PNP. Sko, hérna er 0 volt. Og það er 0 straumur hérna. Og hérna er, já, þú mútt að segja hvað þetta hérna er, nema... Já, það er engin straumur í rásinni, því að transistorinn er lokaður. Og það er ekki spennufallið við þetta. Það er mjög fljótt svarað. Og það er mjög líklegt að mælist eiginlega bara 5 volt spenna á hérna við 5. Ok. Næsta spurning. Það er hérna hve há er spennan og útganginum. Þá er raunin bara að nota hérna ég seti inn formúlublað og við notum stærðirnar á þessum tveimur viðnámum og spennum það inn. Og við vorum með þetta hérna á þessu í sambandi aðgerðarmagnarann. Hérna. Þannig að út er þá hægt að reikna út hérna. Það er R2 deilt með R1 og svo sinnum spennan U-inn, þessi 23 millivolt. Akkúrat, þá ættum við bara hver er mögnunin sem er hérna hlutfallið þarna á milli og síðan sinnum spennan inn.
og af því að þið eru með þetta inn á mínusinnganginum þá verður þetta plús spenna út. Af því að spennugjafinn snýr, sjáu þið, hann snýr svona. Það er að fáið mínuspennu hérna. Ok, þá erum við með það á hreinu, hvernig við reiknum það út. Og þá höldum við áfram hérna. Og hver er munurinn á þessum mótstöðum hérna? Hvað haldið þið sé munur á þessu táknum? Það er stillanlega. Það er báðar. Það eru báðar stillanlegar. En hver er munurinn á smíðinni á þessum mótstöðum? Nei. Nei, það er þannig að þessi er stilt með hérna öxli ás út úr tækinu með takka utan á tækinu. Þessi er bara svona trim við hann. Það er bara inn í tækinu stilt með verkfæri, skrúfujárni eða einhverju. Það er ekki hægt að komast að utan tækisins. Það er ekki öxull og takki utan á tækinu með þessari mótstöð hér. Það er berhentur í öðru tilfellinu með skrúfjárni hérna. Já. Það er málið. Hvað það er þetta tungum? Og svo er hérna spurt hvaða tegundir í þessum lista eru ópóluðu þéttar. Það er það keramik. Nei, keramik þéttir er ópólaður. Nei, þú nefndir strax pólaðan þinn. Passa á því. Það er tala um ópólaða þétta. Passa á hvað við verðum að spyrja um. Keramik þéttir og pólíester þéttir. Það var rétt svar. Ha? Er þessi 3 ópólar? Það eru 4 hérna. Já, er 3 aðeins ópólar? Það er bara keramik þéttir og pólíester þéttir sem eru ópólaður. Tantalþéttirinn er pólaður og rafstættir. Það eru 2 pólaðir og 2 ópólaðir. Það ekki? Já. Tantalþéttirinn og rafstættirinn eru pólaðir þéttar sem við vorum að skoða áðan. En það sem eru ópólaðir, það eru pólíester og keramik. Ok, lýstu muninum á 0-punktstýringu og fasastýringu við tríak? Já, þetta er fasastýring, þá erum við að kveikja á einhverju ákveðnu gráðu, en í 0-punktstýringu þá kveikjum við alltaf í 0-inu. Það er bara af-á stýring. Munurinn er að 0-punktstýringin er af-á stýring, hitt er fasastýring, stiglaus stýring. Ok? Og síðan er hérna bara útreikningur fyrir sem að hérna bara það sem við notum ohmslögmálið til þess að reikna hérna út þetta hér. Og þetta er upptenging á aðgerðarmagnara eins og við komum til með að gera í verkefninu og ágætt að skoða það. Og hér er gefin 5 spennugjafarspenna og hér er hægt að reikna út spennuna í punkti 2 á mínusinnganginum. Og það er í báðum tilfellum þegar það er kalt og heitt á NTC-mótstöðinni að spennan hérna U2 er í báðum tilfellum svo sama, því að það er bara föst spenna. Það er ákveðin viðmiðun spenna. En spennan í 3 sem að við getum kallað sko raungildi, að hún er að breytast. Þegar er kalt, þá getum við reiknað út hérna spennuna, en skilyrðið hérna, það er kannski spurning hvort það hefur verið skrifað hérna inn. Það þarf að vera minnstakosti 0,1 volti hærra. Já, það þarf að vera 0,1 volti hærra, sem sagt spennan á þristinum heldur en tvistinum.
og þá hérna þurfum við bara að skoða hvað við reiknum út spennuna í 2. Þannig ef að spennan í þrýsturunum komin hérna upp fyrir inngang 2, að þá verður útgangurinn hár. Þá orðin bil hjá okkur ef við tengjum þetta inn sem inngang á vélgæslukerfi hjá okkur. Þannig að þá þetta bara útreikningur með ómslögmáli. Til dæmis, þú byrjar á því hérna að finna heildarviðnámið í þessari rás og finnur svo spennuna hérna út frá því að þú reiknar út strauminn í rásinni hérna niður með því að segja 5 deilt með heildarviðnámið hérna. 5 volta spenna deilt með heildarviðnámið, þá færir strauminn hérna niður og straumurinn sem við reiknar út sinnum 10 kΩ mótstaðan hérna, þá færir spennuna hérna í 2. Þetta bara ómslögmál, ekkert annað. Það sinnum 10 viðnámið. Sinnum 10 kΩ viðnámið, já. Því að það fer engin straumur hérna inn. Þetta svo hátt viðnám inn á aðgerðarmagnarann að við gerum ekki ráð fyrir straum þar inn, skiljið. Ok? Og þá notið þið spennu á báðum stöðum hérna. Því það óbreytt spenna. U2. Ok? Þetta bara rámsvæði 100. Þetta ekkert flókið. Alls ekkert flókið. Nei. Í byrjun, þegar þið kalt, þá getur þið bara gert það nákvæmlega sama til þess að finna út hvað spennan á U3, heildarviðnámið, straumurinn í gegnum rásina, 5 deilt með heildarviðnáminu og sá straumur sinnum 15 kilo, þá getur við fundið út hvað spennan hérna U3 þegar kalt. Og svo takið þið bara tilfellið þegar spennan 0,1 volti hærri heldur en í 2, U2. Þá ættum við að fá breytingu þegar að inngangur 3 orðinn hærri en inngangur 2. Þá útgangurinn hár. Og þá spennan orðin 5 volt út. Það orðið heitt. Já. Saman við þetta, með íhlutalistan á þetta farið undan. Já. Þetta ekki í bókinni 1 bókinni? Jú, það mikið talað íhluti í bók 1. Þetta síðasta myndin sem við förum í dag. Hvernig við fórum þeirra? Það eftir viku, þessum tíma eftir viku. Já. Ok, gangi ykkur vel. Þetta, þessi upptaka fer þá inn á kennsluvefinn undir efni. Já, ég þarf að stoppa þessu upptöku einhvern veginn hérna.